það ekki hægt að ætla að taka hér á móti ár eftir ár 4500 umsækjendum vernd inn í Íslands samfélag og halda að það mun ekki hafa neinn áhrif. En svo við séum nú bara leikar hreinskilu, þú hefðir gengið lengra ef það hefði ekki verið VG, það ekki örugglega rétt hjá mér? Það líður engum vel sem að það grípur til vopna í einhverjum einföldum samskiptum á milli 2 eða 3 einstaklinga. Það mætti halda að við höfum lokað fólki inni í 2 ár. Til dæmis einstaklingar sem eru þegar komnir með vernd í öðru landi, nú hættir þetta. Við þurfum þá bara að taka pólitíska ákvörðun hvort við getum sett svona mikið fé í þennan málaflokk. Ég ætla bara að benda á það að við eigum ekki þessa peninga til. Þú farið lögreglumálin og útlendingamálin. Verið að krýna þig sem næsta formann eða hvað eiginlega í gangi? Þetta ég veit ekki, kannski 200-300. 200-300 mann sem við getum tekið á móti. Við ætlum að gera þetta mjög vel, já. Ég sagði það þegar ég tók við embætti dómsmálaráðherra að ég ætlaði að ná böndum á þennan málaflokk sem útlendingamálin eru og ég á fleygiferð í þeirri vegferð. Þarf það ekki að koma á búsetuúrræði? Jú, og ég mun koma með frumvarp það í haust. Ég hef ekki hitt neinn Íslending, ég hef ekki hitt neinn í þessu landi sem að vill ekki rétta náunga í neyð hjálparhund. Ég hef ekki hitt neinn. Aftur á móti höfum við bara núna á síðustu árum verið að fá hér mjög stóran hóp fólks sem að kemur ekki á forsendum verndar, þannig að þær forsendur sem að fólk leggur fram við umsókn sína hér alþjóðlega vernd, hún stenst ekki og þessna fær fólk synjun. Aftur á móti hér stór hópar að koma sem að leita betra lífi og ég virði það svo innilega vegna þess að það líka kjarninn í okkar sjálfstæða stefnu að í sveitaþíns andlits átt að geta náð árangri bara eftir þínu framlagi. En ef þú ætlar að gera það, þá getur ekki komið í gegnum verndarkerfið. Þá verður að koma bara í gegnum dvalarleyfiskerfið, þú verður búin að fá vinnu hér áður og þú sér fyrir þér. Þú sér sjálfur að leita á húsnæði og þú brauðfæðir þig og þína fjölskyldu. Já, mér langar að skjóta inn í út af því að ég var með tala við Brynjar og hann sagði einfallega bara við ætlum að gera þetta eins og Danmörk sem við bara stefnum að því að loka á það að sé hægt að sækja vernd hér á landi og við tökum bara við okkar kvótaflóttamönnum frá þeim sem í raunverulegri neyð sem eru ekki þeir sem að komast upp í flugvél. Mér finnst þetta vera eðlilega afstæð og ég held líka að þetta myndi móta þannig umgjörð utan hlutina að við getum haft miklu meiri skilvirkari lausn á þessu og jafnvel tekið á móti miklu fleirum heldur en við kannski höfum verið að gera en gerum það á skilvirkar máta. Telur þú að ætti að loka þessu úrræði að það sé hægt að sækja vernd hér á landi? Ég held við getum aldrei hætt því að manneskja sem kemur allt í einu til Íslands og bara allt í einu komin hér inn í leifstöð sem að óttast lífsitt og limi að hún geti ekki sótt vernd. Ég held að það sé óraunhæft. Hins vegar að þá ég sammála því að við verðum að ná niður þessum fjölda sem hingað að koma og horfa þá freka til kvótaflóttafólk sem komið með stöðu flóttamann eða eru í flóttamannabúðum og eru kannski þar í árum saman og komast ekkert lengra heldur en það. Þetta kerfi eins og hefur byggst upp í Evrópu, þetta hælisleitenda kerfi, að það að mínum að þetta nánast komið á fótum fram. Vegna þess að eins og ég nefndi áðan, það mjög mikil skipuleg glæpastarfsemi í kringum þetta og þeir eins og þú nefnir réttilega að þeir sem kannski komast hingað að þetta eru bara the survival of the fittest. Þetta eru þeir sem eru sterkastir, þetta eru ungir kallmenn, þetta eru þeir sem hafa átt pening og hafa komist, geta borga smyglurum og komist hingað. En við skiljum eftir kannski þá sem eru í hvað mestri neyð. Og við getum ekki alltaf að byggja upp svona kerfi. Og það nú stundum sagt að fyrir hvern einn sem við tökum á móti hér og veitum dvalarleyfi hér, gætum við hjálpa 100 manns í heimaríkinu. Þannig að það þarf að endurskoða þetta kerfi. Evrópusambandið að því og núna hafa Schengen-ríkin, þau hafa sammast eitthvað sem heitir hælispakki ESB, þar sem að þau eru búin að átta sig á því
að það þarf að þétta ytri landamærin, það þarf að tryggja hér meiri og betri og skilvirkari brottflutning einstaklinga sem ekki fá að dvelja á Schengen-svæðinu, að þá fólk yfirgefi svæðið og það þarf að ná niður kostnaði. Og þetta eru allt atriði sem ég hef sett á oddinn í umræðinni í vetur og Evrópusambandi var að samþykja í maí þennan hælispakka, þannig að við þurfum að gera betur, við þurfum endalaust að halda við okkar og ég sömuleiðis að skoða aðgerðir sem að ég mun kynna fljótlega aðgerðir landamærin, þannig að við erum með örugg landamæri en við þurfum að gera betur þar líka. Þannig að þetta bara knýjandi málaflokkur sem verður það næstu árin og jafnvel áratugina. Ég hef líka sagt það að ég held að það verði meiri hreyfing á fólkinni í framtíðinni, líka vegna umhverfisáhrifa þar sem að við sjáum til dæmis að bara Suður Evrópa til dæmis, bara núna í janúar var 36 stiga hiti á Spáni. Þetta er bara fátítt og að það verða hugsanlega í suðurhluta álfunnar eða á suðurhveli jarðar að þá verður bara nánast óbyggilegt vegna hita og þá mun þrýstingur hér uppi í norðrið aukast. Ég meina einu sinni var Sahara græn sko. Já, við þurfum bara að finna lausn á því hvernig við gerum hann aftur græna. Hérna, sko. Já. Ég ætla að bregða mér í líki, ég ætla ekki að segja Arndís og Önnu, en einhverjar svona sem eru svona á hinni línunni. Sko, hér enn og aftur fáum við rasista Suðurnesja rausið úr sjálfstæðisflokknum sem búin að klúðra efnahagsmálum, sem búin að klúðra húsnæðismálum, sem búin að klúðra orkumálum, sem búin að klúðra velferðarkerfinu, sem að klúðra heilbrigðismálunum. Þeir að klúðra öllum málunum og hvað gerið? Jú, heyrðu, Bjarni Ben fer upp á Bessastaði og fer og vekur upp rasista rausið til þess að afvegaleiða þjóðina í það að bregðast við einhverju hundaflautu pólitík þar sem að útlendingar eru gerðir og orðnir andlit einhverjar hættu til þess að fólk var að hugsa eitthvað annað heldur en hvað þau hafa það skýtt í 9,25% stýrivöxtum. Þetta svo fyrirsjáanlegt, þeir eru búin að taka á móti Úkraínumönnum, já, það ekkert mál, Venezuela-búunum, já, svona haltu mér, slepptu mér, hendum þeim á landi þegar við höfum ekki neitt við það að gera, bara eins og eitthvað svona handklæði sem við þurrkum okkur með og hendum í ruslið á hótelherberginu. Þetta svo fyrirsjáanlegt, allt sem að þú ert búin að vera að segja hérna, þú ert bara að bera svo fram þessi sjónarmið til þess að afvegaleiða þjóðina, til þess að gera eitthvað hættulegt og því þú veist að það er að fara að koma kosningar, þig langar að standa þig vel í kosningum, þú sem dómsmálaráðherra ætlar að halda þínu sæti og ætlar að reyna að halda áfram að vera ráðherra. Af hverju horfist ekki bara í augu við þau vandkvæði sem að það hafa fylgt ykkar stefnumálum í öllum þessum málum í stað þess að vera að vekja tortryggni gagnvart fólki sem í eitthvað viðkvæmaristu stöðu? Þau eru komin hérna á flótta, þau eru ungi kallmenn, já, þeir eru survival of the fittest, en þeir eru fjölskyldu og þau hafa ekki efnin í að tökka því að flýja heimaland sitt. Þetta snýst fyrst og fremst að vekja óhug gagnvart fólki sem koma til mér frá Arabalöndum, þeir eru að nýta umræðu sem búin að blossa upp núna í Evrópu til þess einmitt að reyna að raka inn einhver rasista atkvæði. Þetta svo fyrirsjáanlegt hjá ykkur, en við sjáum í gegnum þetta. Hvernig myndir þú svara þessu? Þá segi ég nú, artisana. Ég var að segja að ég ekki hún. Já, en ég hélt að þið sagt að þú væri artisana. Sko, þá verð ég nú að segja, ég bara í raunsæispólitík. Ég ekkert annað. Og það sem við Íslendingar erum að gera núna í útlendingamálum, staðan hér ekkert frábrugnari því sem í löndunum í kringum okkur. Það eru öll ríki Evrópu að herða útlendingalöggjöf sína og ef við ætlum ekki að gera það, þá munum við brjóta niður öll þau kerfi sem að þú vilt meina að séu svo veik hjá okkur og öll hræðileg. En það breytir því ekki að Ísland eitt mesta velferðaríki heims. Eitt mesta velferðaríki heims. Það ásókn í að kominga. Ég líka á þeim stað að þeir sem á undan okkur eru gengnir og tóku þátt í því að byggja upp Ísland fyrir rúmum 100 árum var Ísland fátækasta ríki Evrópu með eitt mesta barna eða ungbarnadauða í Evrópu. Og hvar eru við í dag? Þetta gerist ekki að sjálfu sér. Þetta hefur gerst á síðustu 100 árum líka vegna þess að sjálfstæðisflokkurinn eiginlega búin að stýra landinu meir og minna með einhverjum hléum í allan þennan tíma.
Við erum í raunsæðispólitík, eins og ég nefndi hér í upphafi, þá getum við ekki verið hér með útlendingalöggjöfuna okkar frábrugnari en í löndunum í kringum okkur. Það auðvitað ekki í lagi að það komi hingað 3500 ríkisborgarar til Venezuela meðan þeir eru nokkur tugir sem sækja vernd í Noregi. Það hlýtur að segja okkur það að það eitthvað að í kerfinu okkar. Og ef við ætlum ekki að bregðast við því hvað að gerast í löndunum í kringum okkur, að þá erum við ekki að standa okkur í pólitík, verði ég að segja. Vegna þess að það sem getur gerst í einu ríki getur gerst hér og við þurfum að tryggja það að innviðnir okkar hér brotni ekki, að þið brotni ekki undan álagi. En núna eins og ég ætla að minna það, við erum eitt mesta velferðaríki í heimi. Nákvæmlega, og því og á hverjum höfum við helst byggt þetta á öxlunum á. Það helst á útlendingum sem hafa komið hérna til þess að vinna. Þannig að ég að velta fyrir mér, af hverju þetta bara ekki notað til þess að nákvæmlega byggja betur undir það velferðarkerfi? Ég meina það eru rosalega margir útlendingar sem að sinna heilbrigðiskerfinu, rosalega mikið af útlendingum í byggingarkerfinu. Það eru alveg engir Íslendingar. Þannig af hverju óskopunum langar þegar málu þessa mynd, sko? Nei, enda ég ekki að því. Enda ég þakklátt öllu því fólki sem að kemur hér langan veg til þess að taka þátt í því að byggja upp þetta samfélag. Að tryggja það að Ísland verði áfram velferðaríki. Ég mjög þakklátt öllu því fólki sem að kemur hingað til að vinna í byggingagerunum, í ferðaþjónustunni okkar, í heilbrigðiskerfinu. Vegna þess að það fólk kemur í gegnum dvalarleyfiskerfið. Það kemur hér og sér sig sjálft. Það það finnur sig sjálft húsnæði, það brauðfæðir sig sjálft, það greiðir hér skatta, það tekur þátt í því að reka þetta samfélag. Þannig að við viljum alla nema þessi viðkvæmri stöðu. Nei, ég sagði hér áðan, við erum að grípa fólk í neyð, en hér líka fólk sem að koma á þeim forsendum neyðar, en þær forsendum standast ekki. Nei. Það misnotkun á kerfinu, eins og ég sagði áðan, og við þurfum að standa vörð verndarkerfi Sameinuðu þjóðanna sem var komið á 1951 fyrir þá sem að eru og óttast lífsitt og limi. Því miður eru margir í þeirri stöðu og ég hef ekki hitt neitt Íslending sem ekki tilbúin til þess að rétta þeim einstakling hjálparhönd. Hinir verða að koma í gegnum dvalarleyfiskerfi. Sem betur fer eru hér margir sem vilja koma og vinna á Íslandi og taka þátt í því að reka þetta samfélag. Já, og við getum ekki án þeirra verið. Nei, við getum það ekki. Við þurfum líka til dæmis að fá hér erlenda sérfræðinga og núna svo komið að útlendingastofnun að það svo mikið álag inn í verndarkerfinu þar að umsóknir til dæmis fyrirtækja sem þurfa að fá sérfræðinga hér til vinnu í stuttan tíma að við komumst ekki í að afgreiða þær. Nei, það eitt sem að kerfin okkar verða að fúnkera. Það eitt sem að ég veit að útlendingastofnun hefur ekki mátt segja, en þeir mega náttúrulega ekki mikið verið að ræða sín mál, en ég veit alveg að það eru prívat samræður sem eiga sér stað og það sem að þeir mynd vera rökverið því að það vantar svolítið upp á ákveðin svona boðskiptaleiðir almennings þessi mál. Og ég var í dagmálum hjá Andresi Magnúsinu fyrir ekki svo löngu þar sem við varum að ræða þessi mál og hann sagði að það væri einfaldlega þannig komið að þegar að Morgunblaðið reyndi að fá upplýsingar ýmis þessi mál að þá mætti það ekki og þeir þurftu að fara einmitt svona rosalega einkennilega leiðir. Njáll Trausti sendir fyrirspurn á þig til þess að þú færð upplýsingar, hann fær svar sem hann má svo fara með til Morgunblaðsins. Heldur þú að það skorti ákveðna svona upplýsingagjöf til almennings? Út af því ég meina umræðan, svo förum aftur í það sem þú varst að tala um samstöðinni. Ég meina þeir töluðum bara að umræðan var orðið þannig að Sjálfstæðisflokkurinn hafi opnað á rasistarausið og það þá annarkvort út af því að þið hafið opnað á rasistarausið eða þá að þetta sé slæmt og þið raunverulega telja að það sé. Vantar þá ekki ákveðin svona boðskipti til almennings hvernig málunum mann hátta? Þú ert jú hér til þess að útskýra ýmis mál, en það ákveðin, þú veist hvað ég að tala um, það ákveðin svona boðskipta hömlur
gagnvart útlendingastofnun og almenningi. Já, líka gagnvart lögreglunni og það persónuvernd yfir gögnum og öru, þannig að oft þegar er verið að spurja mig út í mál í fjölmiðlum, þá veit ég ekkert þessi mál. Ég er ekki að biðja upplýsingar eða eitthvað slíkt. Ég hafna því algjörlega að Sjálfstæðisflokkurinn hafi opnað fyrir eitthvað krana rasist og raus. Bara langt í frá. Hins vegar höfum við í Sjálfstæðisflokknum verið ófeimin við að benda á stöðuna hvernig hún og það hef ég gert í vetur og ég hafna því algjörlega að það hafi verið eitthvað rasismi í mínum málflutningi. Ég veit vel að einhverjir eru ósammála mér, en þannig það bara. Við verðum líka og þessi vegur getur verið vandrataður og mjór, að hvernig við stígum inn í umræðu. Þetta fín lína. Þetta mjög fín lína og því að ég tel líka að almenningur á rétt á því að vita hvernig staðan Almenningur á rétt á því að vita, íslenski skattgreiðendur, hvað málaflokkarnir okkar kosta. Ég nefndi hér á gríðarlega háa tölu, 26 milljarða hugsanlega á þessu ári í málaflokkn útlendinga. Ef að við þurfum þá bara að taka pólitíska ákvörðun hvort við getum sett svona mikið fé í þennan málaflokk, ég ætla bara að benda á það að við eigum ekki þessa peninga til. Við erum að taka peninga á láni á vondum kjörum fyrir fólk sem við vitum að mun fara hérna landinu þegar það búið að afgreiða umsókn þeirra. Og þess vegna var mikilvægt að gera breytingu útlendingalögunum núna þannig að þeir sem eru komnir með vernd í öðru ríki til dæmis, að þeim verður bara snúið við strax. Verður það gert á landamærunum? Hvernig það? Þú veist, út af því að ég tók eftir því fyrir ekki svo löngu. Þegar þessi umræða var að fara að eiga sér stað, að þá voru komnar vélar upp á Leifsstöð sem var ekki byrjað að taka í notkun út af hún ennþá í plastinu, sem að ég veit að þið eru með, held ég, alveg 100%, að þetta eru keimlíka þeim sem í Bandaríkjunum og ég bjó í Bandaríkjunum, ég man eftir þessu, sem eru með fingrafara skanna og eru með öðruvísi skanna. Ef að fara að taka upp fingrafara skanna á landamærum á Íslandi? Já, það til dæmis hluti af þessum hælispakka ESB, að það þessi fingrafara grunnur Eurodac, heitir hann, og Schengen-ríkin munu öll vinna í sama grunnunum. Þannig að þetta til dæmis eitt af því sem á að tryggja betur brottflutning þeirra sem eru búin að fara synjun inn á Schengen-svæðinu og eiga að fara. Og alveg að sama leyti að þá á líka taka upp núna áritunarkerfi, svona sambarlegt ESTA-kerfinu í Bandaríkjunum. Þannig að þeir sem koma utan Schengen-ríkjana, að þeir þurfa að sækja áritun áður en þau koma. Og þeir komast ekki inn á svæðið án þess. Þetta allt til mikill að bóta og svo líka verið að styrkja Frontex sem að hjálpar okkur mjög við það að flytja fólk út á svæðinu. Þannig að það eru margvíslegar aðgerðir í gangi til þess einmitt að styrkja þetta og það verður komið upp fingrafara eftirliti eins og þú nefnir. Og það hefur mikið verið rætt það að landamærin okkar hér séu ótrygg, ég hafna því algjörlega. Það kom hér í fréttir upphafi árs að hér voru 10 flugfélög sem skiluðu ekki farþegalistum, það ekki rétt, þau voru 4 og þar á meðal Lufthansa sem nú eitt stærsti flugreikandi Þýskalands og þú veist að Þjóðverjar eru nú oftast með hlutina í toppstandi. Þeir telja sig ekki geta skila inn þessum listum vegna þess að við erum ekki búin að innleiða hér persónuverndarlöggjöf og við erum að vinna í því núna og það alveg að bresta á. En þrátt fyrir það að þá erum við að fá farþegaupplýsingar með 93% farþega sem hinga koma til lands. Þetta með því hæsta innan allra Schengen-ríkjana og helgast vitaskuld af því að við erum eyja. Flest Schengen-löndin eru með mörg landamæri og eiga miklu erfiðara með að vita hverjir koma og hverjir ekki. Í þessu samstarfi, og það má heldur ekki gleymast, frjáls för fólks innan svæðisins ef þú ert búin að fá leyfi til að vera á svæðinu.
Já, það er og þannig. það skiptir mjög miklu máli. Þetta skiptir miklu máli fyrir viðskiptalífið og álfuna alla. Þetta Að þetta sé í lagi þá. bæði að þetta sé í lagi en líka að þessi frjálsa för fólks að ég held að hún hafi auki velsæld í álfunni. Bara ein Þetta gerir fólki auðveldara á meginlandinu að búa í einu ríki en vinna í öðru. Já, heyrðu, ein spurning, ég fekk mjög margar spurningar, ég er svona búin að sveifla þeim svolítið svona inn í hér og þar. Býtu óskar eftir spurningum? Já, ég óskaði eftir spurningum, og ég fekk rosalega margar eins og þú sér hérna. Frábært. Erum við búin með margar? Ég er svona búin að fletta þeim en það var rosalega mikið lögreglumálin en ég verði eiginlega bara að fá, ég kannski fæði seinna til að tala lögreglumálin þegar seinna, út af því ég langar aðeins að halda mig við þetta, sko. Út af því að, sko, þú erum að tala rosalega mikið of marga. Að tala að við séum að taka móti of mörgum og fleira því líkt. Ég spyr alltaf stjórnmálamenn, hvað er þá eðlilegt? Og þeir segja alltaf, það er nú ekki hægt að nefna tölu. En fyrst að þú nefnir svona mikið, hvað er óhóflegt? Hvað myndir þú telja að bilu? Þú getur nefnt bara eitthvað bil. Ég ætla ekki að vera að segja þér upp á tölu, en hvað myndir þú telja að væri svona hæfilegt magn miðað við þær forsendur? Þú ert að segja þetta sé kvikur málaflokkur, ekki segja þetta sé kvikur málaflokkur og að við þurfum að horfa til framtíðar. En í dag, hvað myndir þú telja að væri svona hóflegt og svona eðlilegt magn? Sko, það fór niður fréttir í vetur því að þá var ég var Andrés Magnússon spurði mig þetta á morgunum og þar skaut ég bara út í loftið og nefndi 500. Ég held að það sé of mikið. Að 500 sé of mikið? Já, ég held það. Sko, það er erfitt að skjóta á þetta en þetta eru, ég veit ekki, kannski 200-300.